Það var árið 1543 sem að faðir þjóðkirkjunnar, Martin Luther, skrifaði bókina Gyðingar og lygar þeirra. Þessi bók var full af haturs áróðri gegn gyðingum og afleiðingarnar urðu þær að gyðingar voru ofsóttir og myrtir fyrir þann glæp að hafa drepið Jesú Krist. Löngu síðar hömpuðu nasistar þessum skrifum Luthers og þau voru meðal annars notuð til þess að réttlæta helförina. Árið 1630 fluttist Hallgrímur nokkur Pétursson til Glückstadt í Þýskalandi og stundaði þar iðnnám, en svo flutti hann sig yfir til Danmerkur og nam til prests. Á báðum þessum stöðum bjó fjöldi gyðinga og þeir voru áberandi í verslun og viðskiptum. Það er augljóst að séra Hallgrímur þekkti vel til gyðinga eftir þessa námstöð í Evrópu. Hann kvæntist síðan Guðrúnu Símonardóttur eða Tyrkjagötu og á heimili þeirra var því greinilega meiri þekking á erlendum samfélögum og kynþáttum en gerðist á flestum íslenskum heimilum á þessum tíma. Þegar að séra Hallgrímur semur Passíusálmana 1650 var það í andrúmslofti þess kristilega gyðingahaturs sem sáð var af kennimönnum hinnar evangelísku kristnu kirkju. Jesús þeim sýndi í sannri raun, sálar heill, náð og frelsi. Guðs syni júðar guldu í laun grimmd, hatur og fangelsi. Mjög árla uppi voru, öldungar júða senn. Svo til samfundar fóru, fyrstir þó kennimenn. Í ráðslag létu leiðast, líkar það öllum vel, hvernig þeir gætu greiðast Guðs syni komið í hel. Orðum hans ekki treystu, illgjarnir júðar þeir, úr spurning öngri leystu, æ því versnuðu meir. Júdas í girndar gráði af gyðingunum fyrst 30 peninga þáði, því sveik hann Herran Krist. Gyðingar höfðu af hatri fyrst harðlega klagað Jesúm Krist, sem áður sagt frá. Gyðingar heldur hart, Herran klöguðu margt, með æði, ógn og dramb. En rétt sem meinlaust lamb, lausnarinn ljúfur þagði. Gyðingar gáfu svar, burt með hann, svo þeir segja, sá skal á krossi deyja. Ósk þeirra eins og var, hugast ný ég og máli mín, minn góði Jesú, enn til þín. Pílatus kóng þig kallar hér, krossfesting júðar óskaðir. Blóðs hefnd á sig og börn sín með, blindaður líður hrópar ég. Eldist svo þessi óskin köld, enn í dag bera þeir hennar gjöld. Gyðingafólk þá Guðs náð misti, gafst heiðingjum dýrðar hnoss. Nakin Jesúm á jörðu júðar krossfestu þar, með heiftar sinni hörðu, hendur og fæturnar, teygt allt og togað var. Gekk svo járngattur nistur, gegnum lófa og ristur, skinn og bein sundur skar. Svotan virðingu vildu hann, vondir gyðingar sneiða, heiftar öfundin í þeim brann. Gyðinga hörð var heiftin beisk, hjartans blindleiki og villan treysk. Þeim kunni ei nægjast kvöl og bann, sem Kristur fann. Líka dauðan þeir lasta hann. En þeir sjálfir, og það víst, upprissu drottins hafa lýst, þó kennimenn júða af kaldri styggð, kvaldri blygð, keyptu þá til að bera lygð. Hvernig þeir gætu
máttu greiðast Guðs syni komið í hel